Þetta lóðin Álfhólsvegur 102 í Kópavogi. Lóðin óbyggð eða svo í raun. Þarna blasir Álfhóllinn við sem sumir fullyrða að sé byggður álfum. Nýleg rannsókn við háskólann sýnir að Íslendingar hafa varla breytt afstöðu sinni til álfa í marga áratugi. 54% þjóðarinnar telja líklegt eða hugsanlegt að álfar séu til. Terry Gunnell, prófessor í þjóðfræði, sérfróður álfa og afstöðu Íslendinga til þeirra. Fyrir 30 árum þá var gerð rannsókn þjóðtrú Íslendingar og þá fæ ég bara fullt af útlendingum sem koma til minn sem að leita að dansandi álfa með svona pointed ears sem dansa í kringum steina á föstudagskvöldum. Náttúrulega það ekki svona. Ísland hefur breyst náttúrulega svo mikið á 30 árum og við vildum sjá hvort þessi trú hefur breyst líka samtímis og samfélagi hefur breyst. Það sem kom út úr þessu kom mér óvart að minnsta kosti það sem tölurnar mjög svipaðir og þeir voru fyrir 30 árum áður en kassettur og geisladiskar og tölvur kom inn í umhverfið okkar. Og það sem kannski mikilvægast og athyglisverðast að trúin sem sterkast hjá Íslendingum það sem mjög gamalt, það sem kom með landnámsmenn til Íslands. Trú fylgjur, sérstaklega draumatrú, örlagatrú, álfatrú. Útlendingar gera mikið út úr álfatrú Íslendingar. Og það sem satt að það sem kom upp fyrir 30 árum og nýlega líka að það eru bara kannski 5-6% sem trúa 100% á tilveru álfa og náttúruvætta í umhverfi en leið bara 5-6% sem neita algjörlega tilveru þeirra. Það sem merkilegast í þessu fyrst og fremst að þessi fjöldi sem neitar að afneita tilveru þeirra. Prófið þessum leiti fyrir Íslendinga. Engin Íslendingur segir já, ég trúi á álfa. Mjög fáir. En prófið að segja Íslendingi að hann býr í húsi sem bakarð og það steinn og hann að hugsa að setja heitan pott þarna í garðinum. Og hann þarf að færa það steinin og nýfluttur inn. Nágranninn lítur yfir girðinguna og segir ætla að færa steinir og hann segir af hverju og nágranninn segir ja, þetta svona álfasteinn, ætla að færa þetta. Og það spurningin hvort hve margir Íslendingar ætla þá að færa steinin.